Ja, ansi spennandi leikur og hérna tæpt varða. Hversu stressaður varstu síðustu 30 sekúndunar? Ég veit ekki það, ég var töluvert stressaður. Mér fannst svona ganga erfiðlega hjá okkur að klára þetta. Byrjuðum skelfilega þriðja leiklutan, við komum 7 stig upp í hálfleik og þær byrja held ég 8 eða 10-0 rönni í seinni hálfleik. Þannig að ég var töluvert stressaður. Hvað sagðirðu við þar í leikljónum þessum tveim þar sem þið voru í vörn? Hvað ráðgast þú að gefa þeim varnarlega? Við lögðum upp með að sleppa því að skipta á Daniel. Hún vissum það að hún átti að fá boltann og ákveðum að láta Dýrfinn elta hana. Og gerðum það ágætlega, svo kom hlupum svona fléttu þarna í fyrra kerfinu og kom og sett í bakskilinu. Við gerðum mjög vel að skipta á því í seinna skipti. Hún er búin að elta hana fram að því. En áherslan var rauninni fyrst og fremst bara að stoppa og taka frákastið og passa boltann. Við sem myndu stökkva á okkur og reyna að forsa jump ball eða reyna að brjóta okkur. Ég tók eftir því að það virðist svona góður andi í liðinu og þær eru svona mikil stemning á bekknum. Þetta er svona, þessi taprýna er ekkert að hafa áhrif á þær eða? Nei, við vissum að þetta er erfitt tímabil og lögðum upp með það að hafa gaman og gera þetta saman og þetta eru stelpur sem eru allar að stiga sín fyrstu skrefin má segja, sem lykilmenn og það koma hæðir og það koma læðir í þessu hjá okkur í vetur. Við höfum aldrei tapað gleðinni en vissulega er auðveldar að vera með gleði á bekknum þegar það gengur vel og þegar við erum inn í leikinn. Það er erfiðara þegar við erum 15 stigum undir. Glæsilegt, gangi ykkur vel. Takk.